Það Dr. Agnes Agnarsdóttir. Hún sérfræðingur í klínískri sálfræði og lauk meistara og doktorsprófi í sálfræði við Háskólann í Surrey. Hún hefur starfað á geðsviði Landspítalans og í Noregi og núna fagstjóri sálfræði þjónustu hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, þar sem hún hóf störf í fyrra. Og við bjóðum hana velkomna. Já, heilbrigðisráðherra, góðu gestir, komið í sæl, geðhjálp, til hamingju með daginn og takk fyrir að bjóða mér hingað. Ég ætla, eins og Þorsteinn sagði, að segja ykkur aðeins frá geðheilbrigðisþjónustu í grunnheilsugæslu á heilsugæslustöðvum á höfuðborgarsvæðinu og segja frá aðgengi og aðeins svona frá því sem við erum að gera, hvað það að gerast. Nú, heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður. Fyrsti viðkomustaður þeirra sem að eiga við geðrænan vanda að stríða. Í aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum til 4 ára frá apríl í fyrra, frá apríl 2016, þar kemur fram markmið að aðgengi skuli verða fyrir alla að sálfræðiþjónustu á 90% heilsugæslustöðva í lok árs 2019. Á þessu ári markmiðið að aðgengi sé fyrir alla á heilsugæslustöðvum 50% stöðva í lok þessa árs. Og hér erum við að tala á landsvísu. Það svolítið erfitt að tala hvar við erum stödd í þessari aðgerðaráætlun vegna þess að tala hvort sálfræðiþjónusta á 50% stöðva heilsugæslunnar. Það má segja hún á öllum stöðvunum 15 hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins en nota bene einungis fyrir börn og unglinga upp að 18 ára aldri. Þannig að þjónustan ekki að fullu til staðar fyrir 18 ára og eldri. Nú, en heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur leitast við að fylgja eftir þessari aðgerðaráætlun. Og í takt við það sem hefur komið fram hérna hjá fyrri ræðumönnum mikilvægi þess að hlúa að börnum og allt frá fæðingu. Mikilvægi þess að hlúa vel að börnunum okkar. Í takt við það var ákveðið að leggja áherslu á börn, byrja þar og efla þjónustuna við börn frá 0 til 18 ára. Og 0, við getum litið á það sem mæðravernd. Þörf til staðar á aukinni sálfræðiþjónustu í heilsugæslu. Á vef landlæknis kom fram í ágúst síðastliðinn að geðheilbrigði ungs fólks fer hrakandi. Það kemur líka fram að mikil aukning samskipta við heilsugæslustöðvar hefur orðið vegna geðræns vanda fólks undir 20 ára aldri og stærstu hluti vegna kvíðaraskana. Þannig að það auknar komur í heilsugæslu vegna geðræns vanda. Og nú fyrir nokkrum dögum, eða nú í október, þá kom fram einnig á vef landlæknis að ávísanir á tauga- og geðlyf til barna á leikskóla og grunnskólaaldri á Íslandi fleiri en í nágrannalöndunum, í Danmörku, í Svíþjóð og í Noregi. Og munurinn, hann það mikill að hann getur vart talist alveg eðlilegur. Þetta skýr skilaboð til okkar að skoða
hvað það sem við erum að gera, erum við að gera nægilega vel. Athygli vekur þó að þetta kemur líka fram á vef landlæknis. Ég hef alla mína visku þaðan. Að á árunum 2011 til 2015 fór sjúkrahúslega vaxandi hjá 20 ára og yngri vegna geðraskana og línan svona. Hún fór mjög vaxandi. En á árinu 2016 þá dró verulega úr sjúkrahúslegum vegna þessa vanda. Og mögulega, auðvitað hljóta að vera til fleiri skýringar, en mögulega má skýra þessa lækkun á innlagnatíðni með því að samtímis eða á árinu 2016 fjölguðu við sálfræðingum í heilsugæslu og jukum veittum aukna sálfræðiþjónustu á heilsugæslustöðunum. En mögulega það ein af skýringunum. Og hvað að gerast hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins? Sálfræðiþjónusta nú til staðar, eins og ég sagði áðan, á öllum stöðvunum 15 hjá HH. Og við erum líka að veita sálfræðiþjónustu á öllum stöðvum í mæðravernd fyrir barnshafandi konur og fyrsta árið eftir fæðingu. Þarna þurfum við að gera betur, þarna þurfum við aukinn fjölda fagfólks og við þurfum þverfagleg teymi til þess að halda utanum þungaða konur og konur með börn fyrstu aldursárin þeirra. Ég ætla að taka það fram að þetta gjaldfrjáls þjónusta. Hvaða þjónusta, svo ég lýsi aðeins þjónustu sálfræðinga á heilsugæslustöðunum, hvaða þjónustu í boði? Það í boði að meta vandann og við veitum meðferð við vægum til miðlungs alvarlegum tilfinningavanda, svo sem eins og þunglynd og kvíða og áföllum og hegðunarvanda. Við bjóðum ráðgjafarviðtöl fyrir foreldra ef að ræða ung börn eða börn með hegðunarvanda. Við stefnum að stiðskiptri þjónustu og höfum verið að skipuleggja hana þar sem alvarlegri vanda þá vísað í viðeigandi úrræði. Og aðeins meðferðarferlið, hvernig gengur þetta fyrir sig? Barni eða unglingi vísað af heimilislækni til sálfræðings innan stöðvar. Og biðtími, það ánægjulegt að segja frá því, ekki langur. Og á mörgum stöðvum á höfuðborgarsvæðinu nánast ekki hægt að tala biðtíma. Það ekki biðlisti. Og í skýru vinnulagi sem við höfum sett okkur markmið að geta fylgt, þar kemur fram að eftir að sálfræðingur hefur fengið tilvísun frá lækni, þá skuli ekki líða lengri tími en 10 virkidagar fram að því að haft samband við viðkomandi og barnið eða unglingurinn fær tíma. Það inntökuviðtal, greiningaviðtal eða svona upplýsingasöfnun, síðan gerð meðferðaráætlun. Þetta svona í stórum dráttum vinnulagið. Það boðið upp á einstaklings- og hópmeðferð og ráðgjöf til foreldra. Síðan eru lokmeðferðar og það eftirfylgd. Við veitum eftirfylgda tíma, stundum eftirfylgdin einungis í formi símtals. En meðferð barna ávallt unnin í samvinnu við foreldra og forráðamenn. Við þurfum að auðvelda foreldrum að hlúa að börnum sínum.
Hvernig meðferð veitum við börnum og úlingum? Það er ekki sama hvað við erum að gera. Við veitum gagnreynda meðferð, eins og til dæmis hugræna atferlismeðferð. Og hvað þýðir gagnreynd meðferð? Það þýðir það að við erum að bjóða meðferð sem hefur verið árangursprófuð og gefið góða raun. Nú við styðjumst við viðurkenndar klínískar leiðbeiningar og við förum eftir skýru vinnulagi. Og ég held, því við gerum kröfur, en stjórnvöld geta líka gert kröfur á okkur og þau eiga að gera það. Við eigum ekki að leggja fé bara í eitthvað, við eigum að leggja fé þar sem í starfsemi, þar sem markmiðin eru skýr, farið eftir skýru vinnulagi og klínískum leiðbeiningum. Ég set þessar glærur hérna aðeins upp bara til þess að leyfa ykkur að lesa. Ég ætla ekki að telja allt þetta upp. En það er ýmislegt þegar við segjum við sinnum kvíða, depurð og áföllum, hegðunarvanda. En það er ýmislegt sem má setja undir hatt kvíða og þunglindis, ekki satt. Eineltismál, vinavandi, einmannaleiki, sjálfsmynd, sjálfstraust, sjálfskaði, sjálfsvíshugsanir. Og ef ég held áfram, þið sjáu þetta, vondi getið lesið þetta vel að glærunum. Og það er pirringur, reiði, ofsareiði, reiðistjórnin. Nú fjölskylduvandi, samskiptavandi. Og síðast en ekki síst að þarna vanlíðan á meðgöngu, kvíði á meðgöngu, samskipti við maka á meðgöngu eða eftir fæðingu, kynlíf eftir fæðingu. Þetta er sama glæran aftur. Nú, við eigum gott samstarf og viljum gera það þó enn betra við aðra stofnanir. Sálfræðingur sem starfar inn á heilsugæslustöð, hann er í nánu þverfaglegu samstarfi við lækna, hjúkrunarfræðinga og skólahjúkrunarfræðinga innan stöðvarinnar. Og þetta er mjög mikilvægt að skólahjúkrunarfræðingur, þessi tengsl út í skólana, að hann geti átt beint aðgengi og verið í teymisvinnu með sálfræðingi inn á stöðunni. Við erum ekki endilega á því að það er að fylla skólana að sálfræðingum til þess að vinna með kvíða og þunglindi. Eflum grunnþjónustu í heilsugæslu og eflum hann á þann hátt að allir á skólaaldri geti átt greitt aðgengi að heilbrigðiskerfinu. Aðrir samstarfsaðilar eru auðvitað félagsþjónusta, sérfræðiþjónusta skóla, barn- og unglingageðdeild Landspítala, greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, þroska- og hegðunarstöð og barnavernd. Og á hverri heilsugæslustöð eru reglulegir samráðsfundir með félagsþjónustu, barnavernd og BUGL. Ég ætla ekki að tala mikið mæðraverndina. Við erum búin að heyra hér í morgun hversu gífurlega mikilvægt að starf er að halda utanum þungaða konur og mæður og foreldra og ekki síst feður með börn fyrstu árun eftir fæðingu. En það sem við gerum þarna, við veitum meðferð við eins og áður vægum til miðlungsalvarlegum tilfinningavanda verðandi mæðra og mæðra með barn á fyrsta aldursári. Þarna þurfum við að gera betur. Þarna eigum við í þverfaglegu samstarfi við ljósmæður, hjúkrunarfræðinga og lækna stöðvana þar á meðal fæðingalækna. Við skimum þarna fyrir þunglindi og kvíða. Og við bjóðum upp á hóp og einstaklingsmeðferð. Þjónustan er stigskipt, sem þýðir það að ef ekki næst
árangur á þessu þjónustustigi, þá vísum við í viðeigandi úrræði. Til dæmis að alvarlegri vanda vísum við á geðsvið Landspítala. Nú, framtíðin fyrir börnin okkar. Við skulum efla sálfræðiþjónustu í heilsugæslu, ekki bara í Reykjavík, heldur allt land. Við skulum tryggja öruggt aðgengi að þjónustunni fyrir öll börn, unglinga og fjölskyldu þeirra á heilsugæslustöðvum í þeirra nærumhverfi. Aðgengi að þjónustu í heilsugæslu forvörn í sjálfu sér. Við viljum efla forvarnastarf og fræðslu. Gerum kröfur, eflum heilsugæsluna til að þróa og innleiða gæðavísa til að sýna fram á árangur, þar með talið árangur varðandi styttingu biðtíma, aðgengi og biðtíma sem sagt. Gefum út skýrar leiðbeiningar hvert á að leita. Þarna teljum við að þurfa að skýra betur hlutverk kerfana, hlutverk hvers og eins. Við skulum vinna eftir skýru vinnulagi og samkvæmt viðurkenndu klínískum leiðbeinendum, bjóðum gagnreynd meðferðarúrræði, setjum hugsanlega sálfræðinga á vaktina eða félagsráðgjafa. Af hverju eingöngu læknavakt? Stofnun geðheilsuteymi í nærumhverfi. Nýlega skilaði samráðshópur geðheilsuteymi af sér skýrslu þar sem að tillögur eru gerðar stofnun fleiri geðheilsuteyma á höfuðborgarsvæðinu. Eigum við ekki líka að huga að geðheilsuteymum í nærumhverfi 18 ára og yngri. Rústum fordómum. Það jafn eðlilegt að leita sér aðstóðar við geðrænu vanda og við líkamlegum kvillum. Við getum gert betur fyrir börn okkar. Og ef ég á 2 mínútur þá vildi ég gjarnan sýna ykkur lítið örstutt fræðslu myndband. Höfundur af því sálfræðingur sem starfar innan heilsugæslunnar, Sólveig Hlín Kristjánsdóttir. Þetta örstutt fræðslu myndband hugræna atferlismeðferð. Ok, við getum öll verið sammála að það skemmtilegast í heimi að borða pítsu og kannski fara í sleik. En stundum þá langar engan í sleik við okkur og stundum ekki einu sinni megavika og stundum bara ekkert gaman og við erum ótrúlega leið og döpur yfir einhverju. Við verum öll einhvern tímann döpur og þá hjálpar að tala við vin okkar, foreldra eða bara skilningsríkan strætófarþega, en stundum það ekki nóg og þá verðum við að leita aðstoðar fagaðila og fá meiri stuðning. Mig langar að kynna ykkur fyrir HAM, hugræn atferlismeðferð. Aðferð sem 1 milljón manns allan heim nota til að líða vel og vera ánægðari með sig, til dæmis ég. Hugræn atferlismeðferð snýst að skoða hvernig hugsanir okkar hafa áhrif á tilfinningar okkar og hegðun og hjálpar okkur að hafa stjórn á þeim. Til dæmis ef maður fær fá like á mynd af sér eða einhver svarar skilaboðunum hans ekki alveg strax, þá hugsa maður kannski, enginn vill tala við mig. Ég hefði ekki átt að setja þessa mynd inn. Ég lít fáránlega út á henni, svo mikið fíbl. Hugsanirnar kalla fram vondar tilfinningar, skömm, kvíða og reiði. Og til að koma í veg fyrir þessar tilfinningar, förum við kannski að breyta hegðunin okkar og hætta að setja inn myndir sem okkur finnst skemmtilegar eða senda vinum okkar skilaboð af ótta við að fá ekki svar. Og þá eru til vítahringur sem svo erfitt að komast úr. Þegar ég sendi engum skilaboð, þá fæ ég sjálf færri skilaboð og held þá ennþá meira að enginn vilji tala við mig. Og vinkonum mína sem ég hætt að senda skilaboð, halda ég vil ekki tala við þær og hætt að senda mér skilaboð. Fattiði? Og á endanum, þá vil ég bara vera ein upp í rúmi og hlusta á tónlist og hugsa hvað ég asnaleg og öðruvísi. Ef það skemmtilegast í heimi að borða pítsu, þá það versta í heiminum að lenda í vítahring hugsana sinna án þess að fá nokkur það ráðið. En það hægt að gera fullt. Spólum tilbaka. Ef við trúum hugsunum okkar og hlýðum þeim, þá líður okkur illa. En ef við svörum þeim fullum hálsi, þá hættum við smám saman að trúa þeim og okkur fer að líða betur. Enginn vill tala við mig. Herðu, ég hef sjálf oft ekki tíma til að svara skilaboðum strax. Ég hefði ekki átt að setja þessa mynd inn.
Ok, kjaftaði, það ekki eins og alla myndirnar sem hinir setjinn sé ykkur ódöðleg listaverk sem eiga heima á söfnum. Ég lít fáránlega út á henni. Svo mikið fíbl. Þetta bara fín mynd og þó hún sé asnaleg, það mér líka bara alveg sama. Hún skemmtileg, sko. Hugræn atferlismeðferð kennir okkur að skoða hugsanir okkar og meta þær upp á nýtt. Við lærum að skilja betur hvernig heilun okkar virkar og hvernig við getum hætt að láta neikvæðar hugsanir stjórna hvernig okkur líður og hvernig við hegðum okkur. HAM-meðferð hjálpar okkur að öðlast meira sjálfstraust og yfirbuga neikvæðar hugsanir. Vertu þinn besti vinur og rústa þessum hugsunum. Takk fyrir.